Góðan daginn ágæta fólk. Við erum komin hingað og ætlum að kveikja einu kerti á og síðan þessu hér. Við viljum lofa Drottinn smá, svo tilverðan verði ekki grá. Við viljum ekki gráa tilveru. Hún á að vera himinblá, tilveran okkar. Það er einmitt það sem við erum að hjálpa til við að gera. Að fólk búa til himinbláa eitthvað. Og, sorry, ég gleymdi að trekkja klukkuna. Og nú set ég henni í gang, eins og áðan. Þá getum við byrjað, því að þessi hérna, hvort sem þið líkar illa eða vel, telur fyrir okkur tímann, en við erum tímafólk. Veit ekki hvort að þér er illa við tímafólk eða vel við tímafólk, en við erum tímafólk. Og við viljum hafa þetta samkvæmt ákveðinni reglu, sem þú ert algjörlega tvöfalt ósammála. Við segjum við þig, þú mátt það alveg. Og ég má líka hafa mína hentisemi við þetta eins og Drottinn hefur lagt mig. Því að þessi tími á þessum þáttum, 40 mínúturnar, þetta er gefið að Guði. Svo allt annað sem hér er gert er gefið að Guði. Og ég náttúrulega hef heyrt margsinnis sagt mig að menn nenni ekki að horfa á svona langa þætti. Og menn að skjóta inn örstuttum brotum. En ég meina það má alveg gera þetta einhvern veginn öðru sér líka. Akkur á ég að vera eitthvað eldast við einhverja leti í mönnu sem bara nenni ekki að staldra nokkuð staðar við. Við verðum líka að sinna því fólki sem er alveg tilbúið til að staldra einhver staðar við einhvað. Og við eigum auðvitað bara að gera það eins og Drottinn segir okkur að gera þetta hverju sinni og ekki vera að alhæfa eitthvað sem við vitum ekkert Við vitum ekkert það þó að svo sé sagt að menn nenni ekki að horfa nema helst nokkra sekúndna myndbönd. Þetta er fullt af fólki sem vill bara fá almennilega ræðu fyrir sig, kristilega ræðu og kennslu. Við höfum ekkert að henda hinu út, eða við höfum ekki að henda neinu út. Ef Guð hefur boðið þá gerum við það. En hver veit verður að starfa í sinni köllun eins og við erum ofta að tala hér. Og hann sem sagt bauð mér að vera með þetta 40 mínútur. Og ég hef búin að vera með það í mörg ár. En ykkur að segja hef ég gert tilraunir með að hafa þetta styttra. Ég gerði röð af myndböndum, svona svipuðum þessum, í 1 mínútu held ég að verið. Og svo held ég að farið upp í 2 og svo 5 mínútur og svo 10 mínútur. Þannig að maður er búin að prófa þetta allt. En svo enda ég alltaf aftur í 40 mínútunum, ekki 30 mínútum, heldur 40 mínútum, vegna þess að Drottinn hann sagði mér að hafa það 40 mínútur. Og það er nú bara þannig með okkur ágæta fólki, við erum auðvitað að hlýða því sem að Herran okkar segir, við þjónum lifandi Guði. Og eigum bara ekkert að vera neitt að fyrirverða okkur fyrir það. Menn segja eitt og annað, við veitum alltaf það að menn eiginlega nenni ekki að gera þetta og nenni ekki að gera hitt, en við getum ekkert verið að horfa bara á það. Við verðum að leyfa bara, já það eru líka til fólk sem er alveg til í að gefa þessu einhvern tíma. Það er ekkert allir á klukkunni, en það eru margir á klukkunni og þessi margir á klukkunni er ekkert að ráða allir ferð. Það er nú ennþá til eitthvað sem heitir skynsemi og fólk bara velur þetta eins og það vill hafa það sjálft, hvað sem ég segi.
Og þeir sem nenni ekki að horfa svona langa þætti, nú bara þá horfa þeir ekkert á það og punktur og eftir. En ég ætla að gera vilja Guðs. Og meðan hann talar ekki annað við mig, þá verður þetta svona. Og margir eru þakklátir fyrir það að fá ítarlega góða ræðu sem tekur einhvern tíma. Ég man eftir einum að við vorum þá með samkomur á þriðjudögum. Það kom þarna svona nokkur sinnum, góðu vini minn. Og ég man eftir því að þær áttu að vera svolítið stuttar þessar stundir. Ég held að það hafi átt að vera innan við klukkutíma. Minnir það að það hafi verið settar upp þannig. Og hann kemur og við hættum eftir þennan tíma. Og það átti ekki að vera lengri, eða hvort það var bara í þetta skip, ég man ekki hvernig þetta var. Og hann segir mér, hvað, er þetta ekki lengra? Ég kom hérna maður alla þessa leið og svo er þetta bara búið þar og leiðum maður sestur. Þannig það er ekkert allir inn á þeirri línu að hafa þetta stutt og laggott, stutt og snöggt. Menni eru alveg tilbúin til þess að gefa þessu einhvern tíma. En ég veit að langlokan er ekkert vinsæl. En það er nú bara mælt og pælt og sannað að kannski er hámarkstími 40 mínútur. En það er svo sem engin til neitt hámarkstími á orði Guðs, en menn eru mjög illa við að vera með þetta á einhverjum stað hvað þetta var. Þeir vilja bara koma inn og tala eins og andi leiðir. Svo er allir orðnir hundleiðir nema þeir sem eru að tala á stundinni. Það þreytir mig ekkert meira heldur en það að vera lengi undir þó þessu góðu ræðan. Því að eftir ákveðin tíma þá bara hættir þetta að virka. Drottinn viðurkennir þetta á einu stað að hann sem sagt sagði, þá var hann búinn að ræða líklega mjög langa ræðu, hann sagði, nú geti þér ekki tekið við meiru að sinni. Þið sjáu það að hann jafnvel vildi skammta þetta. Því hann var ekki bara fyrir sjálfan sig, hann var fyrir fólkið og hann veit að fólk tekur við mislangri kennslu fyrir sig. Eftir það þá er þetta hvort tilgangslaust að vera að tala eitthvað meira. Og þetta er eitthvað sem við verðum að læra. Og ég hef meðtekið þetta og ég veit bara af sjálfu mér að ef þetta er ekki of langt þá er þetta í lagi, en ef þetta er orðið of langt þá er þetta alveg hræðilegt. Maður býður bara eftir því að þessu var nú ljúka. Þannig á þetta ekki að vera, þannig að við verðum bara að beygja okkur fyrir því að það er bara ákveðin veikleiki í gangi hjá fólki sem að gefur þeim færi á að vinna í ákveðin tíma og svo búið. Og það að meðtaka kennslu, það er nú bara heilmikið að meðtaka hana. Og of mikið, þá bara fyrir þetta flæðir þetta yfir. Ég er í glas til dæmis. Ef þú setur í þetta glas, þá endar með því að það fyllist, svo fer að leka niður. Og menn segja það að það sé blessunin frá kennslunni, ég veit það ekki, en jú, kannski það. En samt er allt í lagi að bara fylla glasið. Svo náttúrulega drekkum við af glasinu og það minnkar alltaf í því. Og þá er komið tími til að fylla á það aftur. Og þetta eru stundirnar sem við erum á. Þess vegna eru þær ákveðin tími og þetta er allt saman ákveðin tími. Ræðan, hún er ákveðin tími svona allavega í minni kirkju og það sem ég hef verið yfirleitt, það hefur þetta bara verið tímasett, þannig sé og ég er alveg sáttur við það. Og allt þetta er viss tími á þessu öllu, því við erum bara fólk sem verður svona þreytt, lóin og jafnvel pirruð, ef þetta endist er á lengi og eitthvað sem við vorum ekkert búin undir að væri. En það má heldur ekki vera á stuttu eins og þessi ágæti vinur minn sagði, ég man ekki ég held þetta hafi verið svona einhver ásetningur að vera með þriðjudagsstundirnar ekkert mjög langar. Og það er alveg hægt að skilja það því að þetta er náttúrulega í miðri vinnuviku og þannig að það er kannski ekki mjög viturlegt að vera með einhverja svakalega stundir þá. En á sunnudögum er þetta annað og sunnudagurinn hefur alla tíð verið kirkjudagurinn. Ég held að það sé bara svo allan heim að sunnudagurinn hefur verið þessi kirkjudagur.
og hann er það enn þann dag í dag. Svo er náttúrulega 7 dagar í vikunni og við erum stundum að fylla vikudagan upp með einhverjum uppákomum í kirkjunni og það er besta mál. Og kannski byrjum við á þriðjudagsstundunum, ég veit ekkert það. Það náttúrulega er svona svolítið rót að vera með stund því að þú vilt náttúrulega fá þá músík og músíkin getur náttúrulega verið einföld. Þetta þarf ekki að vera flókin hljómsveit sem kemur upp og kassagítar eða píanó og söngur er alveg ágætis byrjun á segjum þriðjudagsstund. Og já, 3, 4, 5 lög, hvernig sem það er, og svo einhver ræða. En ef þetta er á stutt, þau rata að fólk er að koma sumir langan veg og það vill fá eitthvað ákveðið fyrir sín snúð og þessi var stutt, hún var það full stutt. Þannig að tóku því allar að koma saman. Ég var alveg sammála honum, en kannski var maður ekkert svoleiðis að pæla í því, en ég var alveg sammála að þetta þarf að vera ákveðin lengd á þessu öllu saman. Það má ekki vera lítið og við höfum ekkert að vera að búa til einhverja skoðanir hjá fólki almennt séð að það vilji ekki hlusta á nema þetta og þetta. Getur vel verið þetta séu mælingar og allt saman það, en það er til fullt af fólki sem er þá fyrir utan þessar mælingar. Það segir ég vil bara fá þetta almennilega útlagt og við þurfum þá að sinna því líka. Og við eigum að sinna því og gerum það við þetta, það er ekki málið, en við höfum ekkert að vera með hitt eitthvað á lofti sem eitthvað betra en annað. Það er gott, þá með öllu hinu. Við höfum alltaf að hugsa þannig, þetta er flott með öllu hinu. Við þurfum ekkert að íta þessu út af því þetta er komið inn. Við setjum það bara fram og svona það bara horfir eða hlustar hver sem vill. Þannig er það í dag, að þú getur hort og hlusta hvernig sem þú vill. En okkar er þá að búa þetta til þannig að menn geti hort og hlusta hvernig sem það vill og við erum að því. Við erum að búa þetta til. Af öllum lengdum, breiddum og gerðum og ég held að það haldi bara áfram. Ég sé ekkert rangt við það. En það breytir ekki því að mér til hægri og vinstri handar er orð Guðs og það er alltaf það sem er grunnurinn að öllu. Grunnurinn að lærdómi, grunnurinn að þekkingu, grunnurinn að vita hver drottinn er eins og hann er, því hann skráir sjálfan sig hérna. Þetta er sagan hans í raun og veru. Saga Krist og alls hins líka. Við lesum lífið eins og það kemur fram í orði Guð, vegna þess að orð Guðs er lífið. Lífið var til inn í þessu orði. Og það hefur ekkert breyst og þess vegna erum við að læra þetta líf með því að lesa orðið, vera vel á okkur í orðið Guðs og líka það, við skulum vera svolítið agaðar manneskjur. Leifum bara orðinu að kenna okkur hvað það á við aga. Og við tökum við aga, ég hef tekið við aga, var kannski agalausasti maðurinn í öllum heiminu, ég veit það ekki, allan var ég nú ekki mikið að velta honum fyrir mig. En ég hef tekið við aga og ég viðurkenni hvað aginn er góður. Að aga sig undir eitt og annað Guðsverkið, það byggir upp í manni þolgæði og þrótti til þess að halda áfram, svo einhvern veginn kemur agi því þannig fyrir að hann verður manni tamur og þetta verður bara niðurstaða. Þetta verk. Engar tilhliðranir þar. Það er hægt að koma þessu þannig fyrir og ég held að manneskja, maður og kona sem fer þessa leið sé bara á mjög góðum stað með sjálfan sig. En þetta er allt saman eitthvað sem viðkomandi valdi. Ég valdi fyrir mig að fara undir agan. Ég kann vel við agan. Ég vissi ekkert í raun og veru hvað ég var hérna í eina tíð því ég var ungur maður, krakki. En ég veit að miklu meira núna og ég veit líka hvað þetta er rosalega hvað hann er gagnsamur og hvað hann er góður. Hann heldur utan svo margt sem að ég vil að sé í góðu lagi hjá mér. Og hvað er í betra lagi en hjá manneski sem temst við orðið. Það er ekki til neitt betra. Þess vegna er það mjög eðlilegt að maður í minni stöðu tala orðið, bendi á orðið
og ég segi, ég vil bera sjálfur ábyrgð á minni trú og ég vil að þú takir undir þetta fyrir þitt leyti því að þú ert manneskja, sjálfstæð manneskja, sem þarft að bera ábyrgð á því sem þú ert að gera. Það á ekki vera hægt að varpa ábyrgð yfir á mínu verkum yfir á þig. Men þetta erum við alltaf að gera og þetta viljum við alltaf vera að gera. Að því að einhvern veginn, já, hefði þess ekki gert þetta, hefði þess ekki sagt þetta, þá hefði ég aldrei lent í þessari stöðu. En þannig var það að þú varst innan þetta fólk og þú varst innan þetta fólk og það hafði þessi áhrif á þig. Þú fórst með áhrifin út með þér og þú fórst kannski að vinna eftir þessum áhrifin sem þú varst undir en komst að því seinna voru bara ekkert góð og hverjum ætlar að kenna um. Þú getur engum kennt nema þú tókst við því og vannst áfram með það. Þannig að ábyrgðin er öll þín megin. Alveg sama hvernig lífið er, hvernig það er farið, þú getur aldrei bent á nokkurn annan mann eða aðra manneskju þó það sé nú sköpnotanlegt og vera bara stikkfrír sjálfur. Miklu betra að taka sér taki og viðurkenna hafi maður gert rangt sem maður hefur oft því miður gert kannski. Þú veist betur það en ég, hvað mig varðar og ég sennilega hvað þig varðar en minna það sem hvað snýra mér en það annar mál. Þetta er svona þessi veikleiki manna sem við erum alltaf að glíma við og Drottinn því sem betur fer segja nú bara veit af þessu og er með þessa miklu bók til þess að ég svona venjist við hana, minni mig á hana og vinni með henni og verði svona skárri manneskja en ég var áður. Það er bætingin, að maður tekur við orðinu og orðið fyllir hjarta mitt og maður verður öll skárri af því að maður er að nota þessu orð, þessu góðu orð. Þetta er lífið. Að lifa með Kristi er lífið og ég bakka aldrei með það, en ég veit að það er mjög margir ósammála mér þarna. Og það er allt í lagi. Af hverju eru þeir ósammála? Það er nú bara einni ástæðu, þetta fólk á ekki það sama og ég. Ef þú værir, til dæmis, ættir ekki kerti, þá getur ekki kveikt svona fallegt kertaljós, eins og þú sér ég er. Það sé kertið er til. Og ég á eina svona byssu, bang, 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 get kveikt á með þessari byssu, stóra eldspýtan mín, þetta heitir líka stóra eldspýtan, segi ég. En ég á þetta til og ég geti tendrað ljós. Ég geti ekki, ef ég ætti ekkert svona, enga eldspýtu, ég hef ekki séð eldspýtu í áratugi. En þetta er allt saman til staðar og kerti brennur hægt og hægt upp og þetta, maður notar þetta ekki það mikið, maður endist mjög lengi. Ég held ég hef búin að vera með þess að þetta lengi. Ég var nú með þetta öðru, en ég er búin að keypti 4 svona kerti og 2 eru brunnin upp til agna og þetta er restin af seinni skammtunum mínum og þessi 2-3 ár síðan ég keypti þetta, ég hugsa það nú. Þetta er búið að vera svo lengi í gangi maður og það veistu vel. Og þetta er semst biblíustundin okkar, ég held ég hef glemt að kynna þetta nú, formulegum heiti og því að það var nú svolítið smá vissin á mig til að vera með, ég glemdi að trekja þessa hérna upp. Hún var nú ekki inn í svona borðinu þegar ég kom og var á öðru borði hérna inn í þessu húsi og ég var að sækja það og þá verðum við smá tafir á þættinu til að byrja með. En við erum orðin vanir þessum kalli, hann gleymir nú ýmsu og svona og höfum gaman að honum. Höfum gaman að honum. Kannski höfum við ekki svo gaman að honum. En sumir hafa gaman að sumum og tala um það bara oft og mikið, gaman að þessu. Ég get að hlegið að honum. Kannski er þess vegna gaman að honum. En þú ert ekki svoleiðis. Svoleiðis graf alvarlega manneskja að það bara annað þess hefur ekki sést dagana. En hvað það, hvað þú hefur gaman að eða ekki gaman að þá er þetta bókin sem að þú mátt tilenga þér. Vegna þess að þú gerir ekkert betra fyrir því sjálfan en að grafast fyrir orð Guðs og gleyma þér svolítið yfir orði Guðs. Ég man eftir því að
Ég hef oft sagt frá þessu en góðvís ekki of oft kveðin að ég var þá staddur á sveitabæ fyrir mörgum árum. Fyrir árið 1990 held ég, já, 1990 og þar var vinnukona sem eldaði ofan í okkur og ég var þetta á sunnudegi og ég ætla að skreppa þess inn og ég ætla að leggja mig í smástund, sagði ég og ég var eitthvað, ég held ég að vera að tala þegar maður eigi ekki eitthvað góða bók að líti á maður á svona að maður leggur sig. Já, vill ég bara líti í Biblíuna, já, Biblíu og svo segir hún, þá hafði ég aldrei litið í Biblíuna. Jó, ég allt til að með það, allt til að kíkja hann og ég fer með Biblíuna, þessar ágætu konu inn í herbergi mitt og loka og ég náttúrulega samviskusamur ungur maður, ég var nú yngri þá en ég í dag, opna bókina og les, finn kaflan, það nokkra blaðsjur auðar hann á undan og svo nei, fyrsta Mósebók. Ég held ég hef aldrei opnað þessa bók fyrir þannig. Og við kunnum nú Íslendingarnir að lesa bækur og byrjum við ekki á blaðsíðu 1 þegar við lesum bækur, jú, ég held það nú. Og blaðsíðu 1 í Biblíunni fyrsta Mósebók, sköpun heims og frumsaga. Og ég byrja að lesa og les. Svo sofna ég út frá bókinni, ég held að það sé fyrst og eina skiptið sem ég sofna út frá lesturinn og ég hef þó verið búin að lesa alveg heillengi. Því að þegar maður sofnar út frá lestir það vegna þess að maður er búin að lesa alveg heillengi. Þetta var miðjan dag, þetta var ekki nótt, þetta var í hádeginu, þetta var eftir hádegismatinn. Og ég ætlaði að leggja mig eftir hádegismatinn eins og við mennirnir gerum stundum, kallarnir. Og ég fer með þessa bókinn og les. Ég man ekki hvað mikið. Og svo sofnaði ég út frá henni í fyrsta skipti á ævinni sem ég var að segja það. Og hún lá svo á brjóstinu á mér þegar ég vaknaði. Ég gleymdi mér hreinlega yfir bókinni. Og þá var ég ekki trúaður, en þá sé ég, svona eftir á hyggja, ég var nú komin mjög nálægt henni. Haustið þá frelsaðist ég. Þetta var sumarið, eða svona aðdraganda sumarsins. Þá var þetta nú svona og svo spurðu mig að, jæja, hvernig fannst þér bókin? Já, ágætt. Og svo bara skilaði einu, þakkaði fyrir og svo sem sagt frelsast ég í október þetta sama ár og ég á enga Biblíuna og ég eignast enga Biblíu fyrir en, já, þá, þetta var 1990 kannski, 89-90, þetta er eitthvað á því róli. 89-90, já. Og svo frelsast ég sem sagt og viðurkenni það til Guð og alveg sprikla hamingju yfir því að maður er komið með eitthvað sem maður vissi ekki, eða vissi en svona hafði heyrt af áspurn en vissi ekkert hvað var. Og engin Biblía til ennþá, en ég aftur á móti komin alveg á kafi trúna og fyrsta hugsunin mín var að ég þarf að fá mig Biblíu, mann alltaf eftir þessu og ég var sko ekki Biblíu óður maður í eina tíð, en fyrsta hugsun mín kemur þegar ég frelsa, ég verð að fá mig Biblíu. Ég vissi það að ég yrði að setja mig inn í það sem að Biblían hefði að segja og þess vegna er ég að gera þessa þætti að því að ég vil að fólk beri trú, ábyrgð á sinni trú og hugsa ekki neitt annað. Að því ef ég vill ekki bera ábyrgð á minni trú, þá getur þú ekki borið ábyrgð á henni fyrir mig, þó þú jafnir vildir. Ég veit náttúrulega ekkert það hvort þú vildir, en þú gætir það hvort þið ekki, því að þetta er einstaklingstrú, hún er mín, alveg svo einstaklingstrúin fyrir þig er þín. Og þú þarft að sinna henni eins og orð Guðs segir og vera orðsins maður, venja þig á að vera orðsins maður, læra það, mikilvægi þess að vera þessi orðsins maður, því þetta er allt sinn lærdómur, þetta er allt sinn kennsla og eitthvað sem að ég og þú þurfum að ástunda. Ef ég vil ekki ástunda það, nú þá bara vil ég það ekki og þá er ég að missa af. Ég segi í dag, ég vill ekki missa af. Ég er hættur að vilja missa af.
Þess vegna ég bara með í þessu góða verki Drottins og vegna þess að það er gott. Það er gott að vera í og ástunda og miða við góð verk að nóga hinum. Bæði sem ég og þú eigum að komi nóg að því. Nú viljum við verja ævinni það sem eftir er af henni í þessu góðu verk og bara segja skiliði hinn. Sumir eru enn á þessum stað og eru alltaf að gera ykkur vond verk og magnast upp í reiði, biturleika og hroka og þeir deyja bara þar. Það er ömurlegt. Og ég tala nú ekki fyrir fólk sem þekkir veginn og veit í raun og veru á hvaða leið það er. En gremjan, biturleikin og hrokin ætlar að ýta þeim bara fram að bjargbrúninni. Þetta þá förum við öll og við veljum hér og nú hvert við förum. Ég er að benda á góða hlutskiptið. Og ég er að benda á góða hlutskiptið og hvað þarf til þess að þetta góða hlutskiptir haldist. Þú lest orðið og ferð eftir hvað orðið segir. Og hvað segir það? Samfélag. Vertu í samfélagi við kristið fólk. Og þér finnst það svo hrikalega leiðilegt þetta kristna fólk að þú kemur helst ekki í samfélagi. Það er tjón fyrir þig. Þú voru að vita hvað þetta snýst. Og það er bara sund sem að þarf að beygja sig undir. Og það er hægt að linda við alla ef við viljum það bara sjálf og við vitum þetta. En þetta fer alltaf eftir því hvernig ég stendur í dag og ekki stendur. En það er ömurlegt að láta líf sitt ganga út af það hvernig maður stendur hverju sinni sem er alls konar á milli daga. Ég vaknaði grautfúll í morgun, segja það, og þá er ég stendur grautfúll. Og lífið mitt að markast bara því, auðvitað ekki. En þó ég hafi vaknað grautfúll, sem ég reyndar gerði ekki og gera aldrei, og þá getur maður alveg breytt í snarasta í allt annað umhverfi, og þá, vá maður, lífið er hérna. Já, við erum inni í lífinu. Hvernig sem við erum stend, en skilyrðin í okkur eru þannig að við sjáum ekki þetta líf sem við erum í, eins og vaknar lífið í okkur, og við sjáum lífið í kringum okkur, og það fór aldrei neitt. En ég fór eitthvað sem ég ætlaði ekki að fara. Og vildi ekki fara en fór samt. Þetta er þessi veikleiki manna. Og til að bæta og byggja undir það, þá erum við að lesa orðið. Fá heilræðin úr orðinu. Orð Guðs er ekkert nema heilræði, öll þessi bók er í raun heilræði frá A til Ö. Heilræði. Við elskum heilræði. En hér erum við með heila bók, þykka bók sem er ekkert nema heilræði. En við förum ekkert í þessa bók vegna þess að áhuginn er ekki til staðar að því að það vantar öll skilyrði til þess að vekja þennan áhuga. En svo náttúrulega kemur að því að Drottinn er að skima jörðina og sér kallins og konna úr Hafnarfirði og byrja að eiga við hann þarna á þessum stað í sveitinni, það gerist allt í sveitinni. Og hér er hann að fræða aðra og sjálfa sig orð Guðs og ekkert minna en það. Svona verður nú breytingin. Þannig það er not fyrir alla, en Drottinn þarf fyrst að ná þeim og hann hafði leið að mér, það er ekki spurning. Og hann hefur líka leið að þér, sama hver afstæð þín er núna. Ég vil nú ekkert vera þess að kalla maður, þetta er ekkert betra fólk en hinnir. Það er alveg rétt, kristið fólk er ekkert betra fólk en aðrir. En það sem það á það. Og það á Jesú Kristi í hjarta sínu og orðið hefur breytt viðkomandi en sumir sýna það misjafnlega svona vel hvað þeir eru. Og við vitum alveg að þó ég sé trúi manneskja þá þarf ég að berjast við alls konar, já mest í mér sjálfum, þannig er það nú, þetta er nú mest í okkur sjálfum en til þess að vera skemur þar en maður er kannski stundum, þá bæti maður í þann sett sem heitir orð Guðs sem að eykur líkurnar á því að ég drífi mig fyrir út úr þessu. Og þannig er það í dag að maður er ekkert lengi á þessum leiðindastöðum en maður dettur ennþá inn í þá vegna þess að ennþá verður maður nú víst að viðurkenna það að vera bara veiklundu manneskja sem eru kannski leiðindur orða að tönnlast á, en þetta er bara staðreind. Við erum bara að tala staðreindina.
að hætta allir lygi og líka sjálfum okkur. Að ljúga sjálfum sér ekkert betri lygi heldur en einhver önnur lygi. Lygi bara er lygi og hún á ekki eiga sér stað. En þetta eitt af því sem við erum alltaf að glíma við. Minn kæri vinur. En hérna ég er núna í Gamla testamentinu, 144. sálmi eftir Davíð. Og sálmurinn byrjar svona. Lofaðu sé Drottinn bjarg mitt, sem æfir hendur mínar til bardaga, fingur mínar til orustu. Þú ert miskunn mín og vígi, vörn mín og hjálparhella, skjöldur minn og athvarf. Hann leggur undir mig þjóðir, segir Davíð. Undir mig þjóð. Þetta er alveg rétt gert. Hann kennir okkur að berjast í bardaga. Trúarinnar góða bardaga. Því þú ert að boða gott, en það stundum að berjast fyrir þessu. Og þú ert til í það, en gerir þetta alltaf eftir skipulagi því sem Drottinn er með, ekki eigin hyggjuviti. Þú notar aldrei eigin hyggjuvit í boðunarferðinni þar sem þú ert að boða Drott. Þú notar alltaf hyggjuvitið hans. Og þar skilur á milli, því að ef þú notar hyggjuvit Drottinn, að þá ertu líka að gera þetta rétt. Þannig þú sérð að þú þarft að vera samstíga Jesú í öllu. Og til að vera samstíga Jesú í öllu, þá þarft að vita góð skil á því hver hann er. Þú þarft að vita góð skil á orði Guðs, því að þar er hann. Þar getur þú lært hann. Og leið, hvernig þú átt að bera þig að í orustunni. Í orustunni. Trúarinnar góðu orustu. En þú ert sigurvegari fyrirfram, þannig að þú þarft ekki að hugsa neitt það. En þú getur þurft að berjast í þessu. Og hvernig lítur baráttan út? Hún er í svona 99% tilvikum innra með þér sjálfum og sjálfri. Það er baráttan. Og ég held að þú vitir þetta nú mjög vel. En þar er baráttan samt sem áður, hvort þú veist þetta ekki. Þetta var sem fyrsta versið í 144. sálmi og nú lesum við annað vers. Þú ert miskunn mín og vígi, vörn mín og hjálparhella, skjöldur minn og athvarf. Hann leggur undir mig þjóðir. Sem sagt, hann leggur undir mig þjóðir, merkir það að þú ert fyrirfram sigurvegari. En þú voru að vilja berjast þessari trúarinnar góðu baráttu. Viltu það? Þú segir það. En hvernig stendur þig mitt í orustunni? Það kemur í ljós ef þú ferð þangað. Og Drottinn mun sýna þér hvar þú stendur með því að senda því í eitthvað svona leiðindar verkefni. Þá sérðu hvar þú ert í Guði. Kannski stóðst þig vel og miklu betur og þú áttir von á, ég bið að það sé, en kannski stóðst þig bara ekkert vel. Og þú þarft að sjá þetta. Þú þarft að sjá hver staðan er og miðast út frá því hvað þarf að gera. Ég þarf að bæta mig í trúnni maður. Þetta var engin framistæða hjá mér maður. En svo gerður ég fórstu hina leiðina og þú barðist trúarinnar góðu baráttu og þú sást að þú varst að berjast trúarinnar góðu baráttu og þetta var bara harla góður árangur að þessu. Við ráðum þessu svolítið sjálf. Það fer eftir því hvað við erum að leggja á okkur við orð Guðs. Þetta snýst alltaf orð Guðs. Drottinn lætur ekki tengja neina höngu upp á bak sér hvað þetta varðar. Hann er 100% með í verki. En ég þarf að vilja gera það sem hann er að boða, fara þegar hann er að kalla og svo framvegis. Er ég til í að fara þegar hann kalla? Ég er alveg til í það, já. Og ég hef gert það, hingað til. Þess vegna sinni ég þessu verki áfram eins og ég er búin að gera árum saman. Og ég ætla ekki að fara neitt. Hann hefur ekki boðið mér að fara og meðan hann býður mér ekki að fara þá verði ég við þetta áfram. Og ég veit að þú ætlar að biðja fyrir því alveg sérstaklega. Ég er líka svo vel við þetta. Þannig að þetta er allt saman fyrir áeggjan orðs Guðs og trúar minnar og svo eigum við samfélag sem að gaf okkur og það hvetur okkur til hægri og vinstri þó það sé svona eins og það er.
Það er allt of mikið af mér og þér þar og við vitum alveg hvernig þetta er. En við verðum bara að sætta okkur við það. Þetta er samt samfélag Drottins og við verðum líka að viðurkenna það. Oft höfum við fengið eintóma uppörvun og hvatningu þaðan. Þannig við verðum líka að vera sanngjörn hvað samfélagið okkar varðar. Og við erum sanngjörn að við erum heilsteypt trúað fólk og við skulum vera áfram þetta heilsteypta trúað fólk og sem merkir það að við setjumstum á ýmislegt. Setjumstum á ýmislegt og leitum sannleikans í málum og þá dettur vitleysan af okkur því oft var þetta nú eitthvað svona sem gerðist var vegna einhverja vitleysu sem kom upp í skallan á okkur. En það er bara þetta sama gamla mannlega dæmi sem við erum öll að glíma við. Og við munum aldrei losna neitt við það og það var svona ákveðið áfallið sá það að þetta myndi aldrei hætta. Og taldi sig vera búin að vinna sigur á þessu og vann sigur á þessu, en þá bara kom eitthvað nýtt í staðinn. Og þannig er þetta til dagsins í dag og ég segi, þetta verður tóm barátta þangað til við kveðjum og fljúgum upp til Drottins. Og það kemur á því, en við verðum að skila deginum á okkur í Jesú nafni. Við verðum að muna hvernig þetta er. Og ég ræði öllum það, hvort að ég skili deginum af mér í Jesú nafni og til að auka líkurnar á að skila honum í Jesú nafni, þá hef ég orðið til þess að árétta ýmislegt fyrir mér sem að ég þarf að vita og ég þarf að muna, ég þarf að fatta og ég þarf að fyrst og fremst að vita um. Til að fatta þá þarftu auðvitað að vita. Og núna erum við orðið Guðs, það er svona grunnurinn að því að vita. Og ef þú skilur þá er það vegna þess að þú hefur verið að vinna þá vinnu að fá orðið í hjartað og þaðan kemur skilningurinn til þín. Þegar þetta vinnst með þessum hætti að lesa orð Guðs er viss leyndardómur sem að þú uppgötar því að þú ert alltaf að fatta eitthvað nýtt upp úr orði Guðs. Þetta er leyndardómur en þú gerðir verkið að lesa, svo lastu þess meira og hefur kannski haldið við lesturinn alla þína trúargöngu eins og ég hef gert. Ég hef haldið þessu lestri við alla mína trúargöngu og byrjaði á alveg hræðilegri byrjun maður. Ég las og Drottinn vildi nú bara hreinlega fylla hjartað sem hans af orðið sínu. En það var bara byrjunin og ég hef sett að viðhaldið þessu með því að gera það sem ég er að gera og hvetja þig og annan með mér í þessa átt. Því að þetta er grunnurinn af því sem þú ert að fara að gera og þú færð engan annan grunn nema þann sem að Drottinn segir þér að nota og við erum með hann hérna fyrir framan okkur. Þú ert með lífið sjálft fyrir framan þig og getur lært allt um það í gegnum orð Guðs. En við erum núna í Lúkasar Guðspjalli og í 9. kaflanum í versi 10 lesum við: Postularnir komu aftur og skýrðu Jesú frá öllu því sem þeir höfðu gert, en hann tók þá með sér og vék brott til bæjar sem heitir Betsaida, til þess að þeir væru einir saman. Mannfjöldin var þess var og fór og eftir honum. Jesú tók mönnunum vel og talaði við þá Guðs ríki og læknaði þá sem lækningar þurftu. Hann tók þá frá, þeir koma þarna eftir einhverja trúboðsferð, alveg svoleiðis uppveðraðir af því sem þeir voru að gera. Hann tekur þá til hliðar og bara, leyfir þeim ekki þannig séð að útskýra þetta allt saman, því að þeir voru alveg kannski á röngum stað af bara geðshræring og hrifning og hvað þeir væri svakalega miklir trúmenn. Hann svona svolítið slær á þetta og leyfir ríkinu aðeins að setjast í kringu þá, því að þegar ríkið sest þá getum við fara að hugsa þetta svona upp og nýtt og þá sjáum við kannski alltaf aðra mynd af heldur var mitt í geðshræringunni og í andartækinu. Andartæki, það er náttúrulega raunveruleiki, en það segir okkur ekki alltaf allt. Seinna koma útskýringarnar úr þessu andartæki sem þá var, sem breytir myndinni og þú sér þetta kannski allt saman upp og ný og það getur verið þannig að Guð birtist í þessu öllu saman og þú sérð hann í verkinu og þá ert þú komin til hliðar sjálfur sem er gott mál og þú gefur Guði dýrðina sem þú kannski gerðir ekki mitt í geðshræringunni og ánæginu, vá, allt það.
Þetta er eitt af því sem að Drottinn vill við okkur segja, að við þurfum að gefa þessu öllum tíma. Við vitum alveg hvernig við getum, vaðið upp í einhverju hreyfningu. En svo er hún aðeins tíma og þá fer raunveruleikinn að koma og þá reynsast þetta þannig til að þú horfir bara á Jesú í gegnum allt þetta sem að þarna skeði og þú segir, takk Jesús fyrir að leyfa mér að vera með. Það er lærdómurinn. Og hann eigum við til alveg í bunkum ef við bara viljum viðurkenna það og við viðurkennum það og venjum okkur á að viðurkenna það sem er rétt, hvort sem við eigum þátt í því eða ekki, þá viðurkennum það sem er rétt, það er rétta leiðin. Allt vegna þess að við eigum náttúrulega fyrst og fremst trú og trúin etur okkur alltaf í orð Guðs. Alveg sem við erum að gera hér, við erum að taka fram bókina til þess að fræða okkur upp úr henni, að við viljum fræðast þaðan, fyrst og fremst þaðan og erum þar með að segja, ég ætla að bera ábyrgð á þessu allir saman sjálfur. Já, trú, já til heilagan anda, þannig mér er ekkert að vanbúnaði og það er bara staðan í Jesú nafni. Við segjum þetta gott og Konráður Rúnar Friðriksson kveður og verði hér að viku liðinni ef Guð leyfir. Verið þið sæl.